Já, góður hlustendur og velkomin að Rauðaborðinu. Við sitjum hérna alla virka daga og erum að reyna að skilja samfélagið sem við lifum í og í kvöld ætlum við að reyna átt okkur á einum hlut og ástæðan þess að gestir mínir sitja hérna við borðið er að ég notaði samfélagsmiðla til þess að kasta svona hugreningum mínum út í tómið sem að snerist það að vera barn aldraðra foreldra, í mínu tilfelli móður minnar og sem að við bræðurnir erum að sinna og flytja svona frá einu batterinu í annað inn í svona öldrunarþjónustuna og að reyna átt okkur á þessu og ég var bara veltaði fyrir mér þegar ég fór með hana í bólusetningu og það var mjög falleg stund vegna þess að í herberginu og í næstu herbergjum voru eiginlega rjóminn af hennar kynslóð, það voru Íslendingar sem voru níræðir og eldri sem voru þar að sækja bólusetningu þannig að allt í einu sá maður allan hennar hóp og ég var svona veltaði fyrir mér að hvað ég illa undirbúin undir þetta hlutverk að ég faðir og það var náttúrulega erfitt að undirbúa sig fyrir það svona fyrirfram en það eru líklega bara 3-4 bókasöfn sem að maður geti leitað til þess að spegla sér í og átta sig á því í hverju felst hlutverkið að vera faðir eða foreldrahlutverkið en það er minna þetta fyrir að líða á ævina að það eru foreldrar okkar ósjálfbjarga og það verður svona áhugaverð hlutverkaskipti í því hver sér hinn og þetta er flókið og ég var svona eiginlega kastaði fram að til þess að móta samfélag þá þurfum við að tala saman, við þurfum að deila reynslu okkar styrk og vonum og með því að tala saman að þá verður til það sem að kalla samfélag og það ágæta fólk sem að svara þessu kalli og beiðnum mínum í dag til þess að koma hingað í kvöld komið hingað við borðið, það eru Maríanna Friðjónsdóttir, Hólmfríður Sólveig Haraldsdóttir, Birgir Grímsson, Rannveig Ernudóttir og Jakobína Edda Sigurðardóttir. Þetta fólk alltaf að gera eitthvað í sínu lífi en ég kynni þetta eiginlega allt bara sem uppkomin, sem börn aldraðra foreldra. Það eru hlutverk þeirra sem í kvöld. Og ef ég má bara byrja á því að spyrja ykkur svona af reynslu ykkar af þessum hlutverkum, ef ég mætti byrja á þér, Rannveig Ernudóttir, kanntu að segja okkur eitthvað frá því? Hvernig þín reynsla er á því að vera barn aldraðra foreldra og vera að hjálpa þeim að í hlutverkaskiptunum sem að þau eru í að vera aldraðir borgarar í þessu samfélagi sem að þurfa á aðstoð að halda. Já, takk fyrir að bjóða mér að vera með ykkur. Ég er ekki barn aldraðra foreldra vegna þess að móðir mín nú bara látin, þannig ég mun aldrei ná sinna henni. Þú er barnabarn. Ég er barnabarn, nákvæmlega og ég fekk bara það sem ég hef sagt, það var bara sá heiður sem ég fekk var að sinna henni ömmu minni þegar hún er orðin, komin á svona efri ár. Og sko, það sem að sat svo mikið eftir hjá mér með þá reynslu var einmitt þetta að, sko, eins og þú bendir á svo réttilega, það er engin svona bæklingur, það er engin fræðsla, það er engar handbækur, það er engar sjálfshjálparbækur. Það er ekkert að núti sem að lóðsvar okkur inn í þetta og á sama tíma þá er heldur ekkert gert ráð fyrir þessu að við sem fullorðnir einstaklingar séu með aldraða einstaklinga í okkar nærfjölskyldu sem að þurfi einhvers konar umönnun. Og eina ástæða fyrir því Eina ástæða fyrir því að ég gat sinnt þessu á sínum tíma var vegna þess að ég var í fæðingarorlofi. Þannig að ég var alltaf í hátíðinni með ömmu minni, ég var alltaf að borða með henni og við fórum útréttuðum saman og við vorum bara alltaf saman. Og þá þróaðist þetta líka við það þegar hún fer bara að undir sitt síðasta, að þá er ég umönnunaraðilinn. Og þetta var rosalega dýrmæt reynsla en þetta sat líka rosalega mikið í mér og þetta var til þess að ég í rauninni stemdi út frá mínu námi inn í öldrunargeirann og starfa þar í dag og er búin að vera í öldrunargeiranum í félagsstarfinu síðan haustið 2014 og svo fór ég í öldrunarfræðina fyrir 2 ára síðan að vísu, meira en 2 ára síðan og ég þurfti að vísu að taka mér pásu frá henni og stefni bara á hana aftur við fyrsta tækifæri, af því að þar fann ég mig rosalega mikið og það sem var vakti svo mikla athygli mína þar var þetta með ættingjaðstoð
hvað í rauninni rosalega misjafnt eftir hvar í heiminum við erum, hvað við leggjum á með það, sko, hún eðlilegur hluti í samfélaginu eða eiga stofnanir að frekar að taka þetta eða blanda og svo seinna meir fer ég að kynna slíka velferðartækninni og það svo ofboðslega margt sem þarna til að taka fyrir og þá kannski sérstaklega, sko, ég hefði aldrei vilja missa af því að vera þarna með ömmu minni. En það samt ákveðnir vinklar sem að ganga ekki upp. Og það til dæmis þannig að ég get ekki hugsað mér þegar ég orðin, háöldruð, að eitthvað af börnunum mínu þurfi að aðstoða mig við að fara á salerni, fatti. Og það svona hlutir sem að skipta máli og til þess erum við að horfa á velferðartæknina. Og á sama tíma þá vantar þetta ofboðslega mikið inn í bara það að vera bara fullorðinn einstaklingur sem með vinnu eða í námi eða eitthvað þannig að það sé gert ráð fyrir því. Ég eiginlega á því að það ekki nóg að tala veikindadaga barna, við þurfum bara að tala veikindadaga fjölskyldumeðlima eða og þetta sé gert ráð fyrir því þarna. En það þarf líka að passa upp á það að þetta séu sko gæðastundir, það að annars aldrei að foreldrar snúast gæði, ekki byrði, ekki kvöð. Það kannski svona bara já, ef ég læti þetta svona duga í bili, svo get ég kannski bara komið inn í spjalli. Birgir, má ég biðja þig að segja okkur frá þinni reynslu? Já, hún eiginlega, þegar ég samþykkt að hitta þig að þá fór nú í gang að skrifa þess niður sko og ég komin upp í 21 einstök atriði sem hafa leitt til þess að pabbi hefur þurft á heilbrigðisþjónustu að halda og mamma mín reynda líka. Og það búið að vera í gangi frá 2006 uppalega þegar að mamma og pabbi verða þess heiðus aðnjótandi að kalla mætti að verða fyrstu hjónin sem kom inn á Landspítalann bæði sama dag með sýkingu í blóði með tilheyrandi afleiðingum en pabbi sem sagt nýrnasjúklingur eftir að mamma deyr úr krabbameini, það alveg heilt kapítuli hvað varðar mömmu sjálfa en pabbi sem sagt búin að fara í gegnum ansi mikið, ég held ég sé búin að prófa flest allar deildir spítalans og ég búin að fara í gegnum þetta allt ferli og ég eiginlega búin að uppgöta og komast að því hvenar kerfið að virka, hvenar kerfið ekki að virka og hvaða partur snýrað okkur sem ættingjum líka þegar eins og hún Rannveig að þá var það þannig að því að ég var meira frjáls þannig að þá gat ég sinnt pappa meira og ég reyndar tók líka svolítið meðvitað ákvörðun að vilja sinna honum meira en það eiginlega algjör full vinna að sinna veiku foreldri ekki bara að sinna foreldrinu sjálfu út frá eins og það ef hann nýrnasjúklingur, þetta eitthvað sem fólk kannski áttar sig ekki á að þá þurfti hann að byrja á því að dæla vökva inn í vömbin á sér 2 á dag og það eru 5 kílóa pokar sem það þarf að hengja upp á grind og það þarf að tengja og það þarf að passa upp á hreinlæti og það gríðarlega mikið magn af plasti og pappa sem ættingi þarf eiginlega að prósessera, taka á móti sendingum og annað sko. Fyrir utan sko, hann hafi ekki verið mest með nálægt 20 tegundir af lyfjum sem það þurfti að passa upp á og ég eiginlega var bara það sko heppinn vil ég meina að pabbi var og enn með kollinn skýran þannig að hann gat lengi vel passað upp á þessi lyf sjálfur en það kom reyndar upp á hann fekk kalda lungnabólgu í 1 skipti og þá fór lyfjagjöfin í krass og þá datt hann og endaði með því að lamast gat sig ekki hreyft það átti uppalega svo fekk hann tækifæri að það var skoðað að fara í aðgerð á hálsinum en hann fekk neitun á því og þá eiginlega fannst hann lífið vera búið og vildi eiginlega hætta þessu sko en svo fyrir einskæra heppni að þó fyrir við endurkomu út af hjartaloku aðgerð sem hann hafði farið í og þá vildi hjartalæknirinn meina það að hann væri með mun hreistara hjarta þannig að það ætti að vera hægt að finna svæfingalæknir sem var hægt að svæfa hann og það síðan varð að sá svæfingalæknir eini á landinu sem var með sérhæfða svona intensive svæfingartækni að hann var til í að svæfa hann og pappa var tjá það að það var 16% líkur á hann til deyja aðgerðinni það var sérst brotið upp í mænunni aftan á til þess að opna fyrir taugaenda vegna þess að það var raunverulega skilabúðin að hreyfa sig, komist ekki til skila niður í armana. En það allavega, sjúkrasagan rosalega löng og það sem ég
til þess að bæta við að því að ég var alveg sammála því sem Rannveig var að segja sko mikilvægi þess að ættingjar fái ákveðið tækifæri til þess að vera í raunverulega ættingjar og fjölskyldumeðlimir, að þá eitt hlutverk sem að ég hef ráðlagt öllum, og það basically að við þurfum að líta okkur sem nokkur svona umboðsmenn, að því að því miður að þá kerfið svo brotið og starfsfólk spítalana sem að margt bara að stærstum hluta til alveg opaslega gott fólk, klárt og duglegt, að það undir svo rosalega miklu álagi að það getur í raun og veru ekki tekið sko, það getur ekki haft yfirsýn yfir hlutina, það getur ekki einbeitt sér að því að leysa vandamálin, það alltaf í því að slökkva af elda sem slíka. Það verður til þess að það verða mistök gerð og ég alveg búin að, ég meina pabbi fékk drep í löppina vegna mistaka, lagaðist af því. Það verður flest allir dauðir eftir allt sem hann búin að lenda í sko. Og ættingjar þurfa í raun og veru að setja sig inn í hlutina því miður. Þeir þurfa að spurja allra leiðilegu spurningana. Þeir þurfa að vera rosalega aggressífir hvað varðar sko framsetning á öllum hlutum, hvað varðar ættingjan og í raun dramatísera til þess að eiga meiri möguleika á því að ættingin fái raunverulega þá þjónustu sem hann þarf á að halda. Og það bara vegna þess að sko, það raun og veru þetta snýst hver öskrar hæst sko. Og ættingin þarf líka í raun og veru að átta sig á því að ef að hann gerir ekki kröfuna alls konar myndatökur, skoðanir, endur upptökur og alls konar dæmi sko, þá sko sjúklingurinn oft á tíðum ekki í raun og veru í standi til þess að biðja eitthvað hjálp. Og líka stundum það veikur fyrir að hann þorir ekki að gera kröfu af því hann bara þakkláttur fyrir að fá einhverja hjálp, skilur það, því að það í raun og veru upplifunin sem hann fær. En það alltaf stanslaus rótasjón af alls konar starfsfólki, læknar eru sko skamman tíma í kringum sjúklinginn, fá ekki tíma til þess að fylgja honum eftir, þegar að sjúklingur fer frá einni deild yfir aðra deild, að þá þetta spurning hvort að læknirinn raunverulega handfærði allt efnið yfir, þekkingun á sjúklingnum og annað. Og það gera verkum að þetta eiginlega algjört sko lukkuhjól, hvort að einstaklingur fái raunverulega eitthvað hjálp sko. Og það sko ég ætla kannski að staldra við núna því að ég hef frá svo mörgu öðru að segja, en ég er með fullt af lausnum sem ég væri til að koma með á eftir. Já, vonandi komum við að þeim áður en að þættinum líkur. En Jakobína, það svolítið svona þráður í þessu hjá þeim tveimur, það svona hvað við eigum að gera og hvað eigum að gera kröfu að kerfið eigi að gera það og hvert við eigum að beina þeim kröfum. Það svona, maður veit það ekki fyrirfram, maður þarf að læra á það, hvert raunverulegt hlutverk mitt sem aðstandanda í þessu og hvað hlutverk kerfisins og á hverju eiga foreldrar okkar rétt og á hverju hefur kerfið rétt á að bara vísa tiltekinni vinnu yfir á fjölskylduna. Þetta er þína reynslu. Já, nú ég ekki félagsráðgjafi, þannig að ég get nú ekki svara öllum þessum spurningum, en ég heyri það alveg að Birgir, hann að segja frá því sem hann hefur lent í sem að ég hefði talið að ætti að vera á verksviði heilbrigðisstarfsmanns og þarna hefði þurft að setja inn meiri heimahjúkrun. Það svona það fyrsta sem ég sé í því, en auðvitað það þannig að kerfið okkar oft mjög þungt og erfitt og sko þó að við teljum okkur búa við besta heilbrigðiskerfi í heimi þá þetta bara oft mjög snúið og sko þetta sko hvaða hlutverk við eigum að hafa sem aðstandendur, við náttúrulega okkar hlutverk náttúrulega fyrst og fremst að standa með okkar fólki. En þegar að hlutirnir eru orðnir svona flóknir eins og Birgir að lýsa og í rauninu kannski Rannveig líka, að þá þetta spurningin sko, hvenær gefast aðstandendur upp? Hvernig stuðning geta þeir fengið? Og það kannski svona stóra máli því að stundum finnst mann eins og maður sé bara að berjast við vindmyllur. Þá tala ég sko sem aðstandandi. Að sko mín erfiðasta reynsla með aðstandendur var að Karl faðir minn, hann var nú ekki nema 8 og alveg í fínu formi og dettur hann aftur fyrir sig á brúnuna á sturtubotninum heima hjá sér, hryggbrotnar og lamast í fótunum.
Og þetta var bara flottur kall sem hafði séð allt sitt, stofnaði gönguklúbb í blokkinni sinni og var mjög lifandi og frískur. En af því hann var orðinn áttræður, þá átti hann ekki rétt á neinu. Og þá var bara kastað spurningunum til mömmu, getur þú hugsað hann? Og hún var náttúrulega líka áttræð, sko. Þannig að sko, þetta var í rauninni svolítið sjokk að átta sig á þessu. Nú þá eina leiðin, það að senda svona mann inn á hjúkrunarheimili, sem var gert. Honum stóðu dyrnar raunverulega opnar í það, af því ekki vildu þeir hafa hann inn á spítalanum. Og þegar hann kominn inn á hjúkrunarheimili, þá hann kominn innan fólk sem hann getur ekki talað við, því þá allir svo veikir af minnisglöpum. Þannig að sko þetta mjög snúið. Sko þegar ég hugsa tilbaka, þá hugsa ég, já, ok, hefði ég kannski frekar viljað að kerfið hefði verið tilbúið til þess að eyða smá meiri orku í það að gera okkur kleift að hafa hann heima, en þá hefði við líka þurft að fá mjög mikið stuðning frá opinbera kerfinu. Hvort að það hefði verið dýrara fyrir kerfið, ég ekki viss, af því það ansi dýrt að vera inn á hjúkrunarheimili. Og þá ég að tala sko heildakostnaðinn. En sko hann hefði nú sjálfsagt þurft að borga eitthvað af því sjálfur, því að mér skilst að það svona þumalputta reglan kostnað við heimilispláss á hjúkrunarheimili vera vísu misjafnlega dýr, þetta svona sirka 1 milljón á mánuði. Og það nú hægt að setja býsna mikla þjónustu inn á heimili fyrir 1 milljón. Og þannig að sko, hvert viljum við stefna sem samfélag í þessu? Nú veitum við það að þessum einstaklingum, ég meina, bæði ég og fleiri hérna í þessum hópi að komast á þann aldur að við þurfum sjálf á þjónustu að halda. Það ekkert voða langt í það. Og við í gríðarlega stórum hópum. Og á að byggja hjúkrunarheimilispláss yfir okkur öll og reyna að láta kerfið hugsa þetta. Það hægt? Eða eigum við að reyna að byggja þannig umhverfi að við getum stutt aðstandendur betur í því að aðstoða okkar fólk heima? Ég tel það vera farsælla. Það mín upplifun í vinnunni minni líka. Að það sem við þurfum að gera, það að standa betur í kringum og standa betur með fólkinu sem að komast á þennan stað, útbúa, eins og hún Rannveig sagði svo frábærlega af hann, að það vantar bara hreinlega handbækur, það vantar leiðbeiningar. Hvað áttu að gera? Hverju áttu kost á? Ég meina, pabbi Gríms, Birgis Grímsson, hann hefði örugglega átt að fá töluvert mikla heimahjúkrun. Þetta var ekki eitthvað sem þú áttir að gera. Má ég koma eitt þarna að það raunveru, í stað fyrir handbækur, að það raunveru umboðsmaður sjúklinga sem að tæki að sér þetta. Handbækur ger ekki neitt vegna þess að þú ert í þannig ásíkumálega að þú ert ekkert endilega að fara að lesa mikið. Það þarf umboðsmann sjúklinga og það bara talsvert mikið sem þarf að gera í þeim efnum. Já, en handbækur geta virka fyrir aðstandendur. Hinn veiki kannski getur ekki nýtt sér það svo mikið, en aðstandendur fyrir þá sem eiga aðstandendur, það eiga ekki allir. Og þá hægt að nýta sér handbækur. Og það geta náttúrulega verið á öllum mögulegu formi, kannski eða bara vera rafrænar, því annars þetta úrelt leið. En umboðsmaður sjúklingur náttúrulega gæti verið umboðsmaður ættingjana líka. Það raunur millilið milli kerfisins og passar upp á að hagsmunir sjúklingsins sé ávallt varin óháð því hvar kerfið statt og hvar ættingjar stattir. Þetta snýst kannski meira það bara að það sé til staðar einhvers konar fræðsla fyrir aðstandendur, saman hvort það handbækur eða fjarfundur eða hvað sem bara að sé eitthvað kerfi fyrir aðstandendur. Annars vegar það og svo hins vegar það sem að Birgir að segja að sé svona einhver eitt staður í kerfinu sem að þeir heldur utan réttindi sjúklingsins. Ég tók viðtal, ég má aðeins bara skjóta það inn, ég tók viðtal við konu sem átti langvinnt barn og hafði reynslaði að berjast fyrir réttindi þess á Akureyri annars vegar, þar sem að þurfti að heyja orrustur, 3 ára orrustur til þess að fá talíu til þess að geta lyft drengnum sem var þá orðinn unglingur í baðkarið. Það tók 3 ár og þá kom í ljós að hún virkaði ekki og þá fór í gang önnur barátta, svo fluttuðu til Noregs. Og þá var það þannig að það kom einhver frá félagsþjónustunni og gerði úttekt á heimilinu og sagði það verður að stækka þetta hurðarópin á baðið, það verður að gera þetta, við erum að setja nýjar tröppur hérna að húsinu og svo stýrði viðkomandi öllum þessu framkvæmdum. Þetta kannski eitthvað í þess áttina sem þú ert að meina, Birgir, eða ekki? Já, og það þannig, ég veit til dæmis í Svíþjóð að félagi minn átti á barn sem að fór í kynleiðréttingu og þegar að það kom í ljós að þá var bara umboðsmaður inni í sveitafélaginu, fekk fjölskyldan umboðsmann
og hann passaði bæði upp á sko fjárhagslegu forsendar, passaði upp á sko að það veri bókað og fundnir sem sagt læknar og sérfræðingar í öllu og sett upp sko tímalínu og svo voru bara fundir reglulega. En í sambandi við svona úttekt á heimili og hjálpartæki, það eitthvað sem að bæði sjúkraþjálfarar og iðjuþjálfarar gera inn á heimilinu og það í sjálfu sér sko að heyra það að manneskja hafi verið í baráttu við að fá svona baðlyfti, það finnst mér náttúrulega bara alveg galið. Og það hefði átt að, já sko ég trúi því alveg sko, ég trúi því alveg, en það á ekki að þurfa að vera því að þetta í rauninni sko allt sem snýr að böðun og klósetti, þannig hjálpartæki, þau fást yfirleitt samþykkt. Það bara ákveðni atriði sem við getum sótt og fengið samþykkt, laga þröskulda, reikka hurðar og svona hluti sko. En eitt fáum við ekki samþykkt nema með mjög mikill fyrirhöfn sem ég tel að geti hjálpað mjög mörgum fullorðnum. Og það þessar frábæru klósettsetur sem að Asíubúarnir nota. Og ég bara skil það ekki, akkur þetta ekki bara sjálfsagt mál að gamalt fólk geti bara fengið svona. Punktur og basta. Hvað þurru? Þetta bara hluta velferðartækninni sem Þetta bara hluta velferðartækninni og þetta ekki dýr kostur. Það kostar kannski einhvern 100.000 kall í byrjun og svo ertu laus við fullt af vandamálum. En þetta ekki samlingi. Herðu, það eru fleiri hérna við rauðaborði hjá okkur í kvöld. Hólmfríður, vilt þú taka boltan og segja okkur kannski aðeins af þinni reynslu? Já, komið þið sæl. Mér finnst ég kannski vera pínulítið svona, kannski passi ekki alveg að því leiti að þetta allt liðið síðan að ég var að sinna móður minni, hún dó fyrir 5 árum og þar áður var ég með aldraðar frænkur mínar. Það sem ég fann mjög fyrir, það þegar aldraður einstaklingur býr heima og mikið einn, það þessi einsemd sem að þjakar fólk og fólk af þessari kynslóð, það kvartar aldrei og það segir ekki endilega sínum nánustu hvað að og það gerir ekki miklar kröfur heldur og vill ekki vera fyrir. Mér finnst það dálítið einkennandi fyrir það fullorðna fólk sem ég hef umgengist. Ég hef sérstaklega á árum áður þá var ég bara mikið innan dálítið aldra fólk og mér finnst þetta alveg einkennandi og þetta stolt að vilja sko vera sjálfsýnráðandi sem auðvitað bara sjálfsagður hlutur en að finna kannski ekki sinn vitjunartíma, nú ræði ég ekki við þetta og þetta lengur og til dæmis með móður mína þá var hún ekkert að setja sig inn í það hvað rétt hún átti. Hún lenti margoft inn á sjúkrahúsi og ég á mjög daprar minningar af því hvernig var komið fram við hana þar. Það var talað niður til hennar, hún var einu sinni 1 af 6 á stofu og konurnar fengu allar að hlusta á hvernig læknirinn talaði við hann á stofugangi og ég sé alltaf eftir því að hafa ekki hnift í hann og beðið hann að koma með mig fram á gang og þá hefði ég aðeins lesið yfir hann stykki því að það var ekki verjandi hvernig hann talaði við þessa fullorðnu konu fyrir framan allar hinnar og hún fór inn á, hún var flutt á sjúkrabíl á sjúkrahúsi margoft og í eitt skipti þá átti ég að keyra hana heim af því að hún var ekki nógu veik til að liggja inni og það átti að fara að kenna mér að gefa henni súrefni. Og ég sagði nú bara við blessaðan lækninn að fyrir það fyrsta þá skildi ég ekki af hvernig þetta að fara heim í sjúkrabíl af því að hann var búinn að segja mér að hún væri það hress hún geti verið heima hjá sér. Fyrst hún væri svona hress þá skildi ég bara skutla henni heim sjálf og hann aftók það og ég fór út og náði í bílinn og parkeraði honum upp fyrir dyrnar og þegar ég kom aftur þá fann ég hvergi lækninn því hann lét sig hverfa. Svo kemur hann lúpulegur eftir þegar starfsfólk hafði fundið og það fyrst að ég væri svona ósátt við þetta þá mætti hún vera inni eina nótt en hún var þar í viku því hún var með lungnabólgu. Þetta bara dæmi minningarna sem ég á hérna af sjúkrahúsinu á Akureyri og mér finnst skorta, það bara mín kynni þá fannst mér skorta virðingu fyrir hinum öldruðu og þetta ekkert einstæmi bara með móður mína. Ég kannast alveg við þetta líka. Já, og svo hérna veit ég náttúrulega að Má ég að spyrja ykkur að þið nefnið þetta. Eigið þið við að þetta séu svona aldursfordómar gagnvart hinum öldruðu eða þetta að kerfið hefur ekki raunverulega aðlagað sig að því að
þau sem að veita þjónustu bera sig kannski ekki upp, bera ekki fram kröfu sínar, kunni ekki að gera kröfunar eða telja sig ekki hafa rétt á því. Þannig að kerfið ætti raunverulega að stíga svona lengra til hinna eldruðu heldur en kannski fólks almennt. Allt í senn. Ég hef nú stundum sagt sko eftir reynslu svona, ég kannast alveg við þessi reynslu sem þú ert að lýsa, ég meina, ég er búin að þurfa að fara mjög oft með foreldra mína inn á sjúkrahús og mér, sko, ég verð að viðurkenna það, mér stundum finnst mér að vera aldursfordómar, það er ekki allir, en það eru einstaklingar sem eru með aldursfordóma og stundum get ég orðið alveg, ég get orðið svo reið, en það þýðir náttúrulega ekki neitt, en það sem að, sko, ég stundum velti fyrir mér, sko, við erum alltaf að tala um það, við þurfum að fá hátæknisjúkrahús, en við þurfum nefnilega líka að hafa lágtæknisjúkrahús, þar sem hægt er að fara með þetta gamla fólk og sinna því með svona grundvallaþarfir. Það þarf kannski ekki rosalega flókið, það þurfi ekki allir að fara í hjartaaðgerð, það þurfi ekki allir að fara í þannig flókin verkefni, en það þarf kannski að taka lúnamynd og gákla svona með lúnabólgu og gera svona einhver svona grundvallaratriði og já, ég get alveg séð fyrir mér að við værum með lágtæknisjúkrahús. Mér langar aðeins að fá að halda áfram það sem frá er horfið af því að ég held að þetta sé nú margþáttað, sko, þetta er ekki einhver ein skýring, en mér dettur nú samt í hug að laun og starfskjör fólks sem er örþreytt hafi áhrif ef þú ert hlaupandi alla vaktina og orðin þreyttur og kannski vantar svolítið svona þolinmæðina auðvitað eru sjúklingar og við erum öll miserfið, ef svo má segja, en mér var bara mjög innrætt það í uppvextinum að bera virðingu fyrir mér eldra fólki og ég átti alveg óskaplega erfitt með að sjá læknin sem var og er eldri en ég tala svona við mömmu mína og fleira fólk, það var kona sem hreytti ónotum í mig út af henni og það sneri að hennar háttalagi og það endaði nú með því að ég skrifaði kvörtunarbréf til deildarstjórans og ég fékk bróður minn með mér í það og við vorum kölluð á fund og það var bara svona nokkuð skonar yfirklór svariði því sko og það var ekki einu það var bara ekki einu svara verst hvernig ágreiti það, en það er einu svara, en mér finnst sko, ég er alveg handviss um það að þetta fólk á rétt á þá skilið hærri laun og betri starfskjör á öllu leyti og meðan alþingismenn leyfa sér það að hækka á ári hverju sín eigin laun, þá ætti þeir að hunskast til að búa almennilega að því fólki sem stendur í framlínu við heilbrigðisþjónustu umönnum störf. Heyr. Það er bara, mér finnst það er hneisa hvernig komið fram gagnvart þessum starfsstéttum. Bara algjör hneisa. Og ég skil ekki fólk sem kýs þessar alþingismenn sem stjórna svona. Jæja, Maríanna, þakka fyrir bilundina. Það er bara þannig að fólki er mikið niður fyrir og það tekur tíma að koma að síðasta manninu við borðið. Vilt þú leggja eitthvað til eða segja okkur frá svona þinni reynslu? Já, mér finnst bara mjög áhugavert að heyra það sem að aðrir hafa verið að segja hérna. Ég horfi kannski svolítið öðruvísi á þetta vegna þess að móðir mín, hún er 88 ára og hún hefur náttúrulega, er með alls konar sjúkdóma eins og gengur að gerist og en við höfum svo sem ekkert verið að lenda þannig í kerfinu, hún fær mjög fína umönnun þegar hún er á Akureyri á sumrin, en við tókum það ákvörðun fyrir 5 árum síðan að búa saman yfir veturinn í Portúgal og það gerum við, sem sagt erum hérna í 5,5 mánuð samkvæmt plani, við reyndar vorum í 9 mánuði í síðastlegin vetur út af því að við lentum í lockdowni hérna út af COVID og þannig að sem sagt ég horfi á þetta frá mínum sjónarhóli þannig að ég náttúrulega fyrst og fremst sko, ég las einhvern tíma rannsókn það að dætur sem sinntu mæðurum sínum, þær gætu lengt ævi þeirra mörg ár, þannig að ég er eiginlega svona í því viðhorfi og að sjálfsögðu það kemur upp sjúkdómar og hún hefur verið
búin að vera mjög veik í vetur og við þurfum svona nota ýmsa kænsku og styðja okkur aðra í því að við erum bara einar hér, við getum ekki hlaupið í einhverja umboðsmenn eða öldrunarfræðing eða nokkurn skapaðan hlut, þannig að við höfum svona beitum ýmsum öðrum ráðum, þá við séum með mjög góðan heimilislækni hérna í portugalskan að sjálfsögðu. En sem sagt, það sem að ég hef tröllatrú á því að við sem að erum, nú ég orðin sjálf, sem sagt löggiltur ellimatur var það í haust, en mér finnst þetta snúast voða mikið þennan samning milli kynslóðanna sem að mér finnst hafa verið rofin þegar kemur að því að vera með foreldrum sínum og styðja foreldra sína áfram í gegnum þetta æviskeið sem að við viljum helst öll lenda á, en við viljum ekkert vera þar af því að okkur finnst þetta allt svo erfitt og við erum hrædd við þetta og við felum þetta því að við erum bara hrædd við það að verða gömul sjálf. Þess vegna finnst okkur miklu þægilegra að henda gömlu fólki inn í einhverja geymslu og skellilás. Og svo náttúrulega fólk eins og hér sem að hefur virkilega tekið vaktina eins og það heitir, en það bara ekki því miður allir sem gera það. Ég búið í bófélagsskap í Danmörku, þar sem við bjuggum saman 100 manns á aldrinum 0 til 100 ára. Og þar þótti það bara mjög eðlilegt að ákveðin hluti af þessari stórfjölskyldu væri komin á þann aldur að þau drykja eftirmiddagskaffi með börnunum sem komu heim úr skóla og svo framvegis og þessu fólki væri sinnt sem jafningi en ekki sem einhverjum ruslakosti. Og ég verð alltaf svolítið pirruð af því að sko við erum við mamma yfir veturinn, þá getur hún sinnt í líkamsræktin hennar þegar hún hefur orku til þess, gengur út að það að rækta rósir eða fá sér göngutúr og það getur hún gert í desember. Hún gæti ekki gert það á Akureyri í Oddeyrargötu þar sem allt bara snjóað inni. Hún fær þjónustu þegar hún á Akureyri yfir sumarið, en hún náttúrulega alltaf ein. Og það það sem að mér finnst náttúrulega það versta í þessu öllu, það það að við hólfum kynslóðirnar svona niður. Þegar ég fer og hitti fólk hér í Portugali sem ég þekki, þá það oftar en ekki þannig að það búa 3-4 kynslóðir undir sama þaki. Sjúkraþjálfari minn sem að ég fer til, að mamma hans og amma búa í sama húsinu og hann og það þykir bara mjög eðlilegt að þannig sé það og þegar maður segir, ég meina eins og í Danmörku, ég fylgist með þessum málum í Danmörku því ég heimilisföst þar og fylgist með umræðinni líka á Íslandi og því hvernig þetta hefur gengið með mömmu mína og það sem hún hefur átt í samskiptum við Tryggingastofnun og ýmsa svoleiðis hluti. En þetta spurning viðhorf, þetta spurning það að við viðurkennum það fyrir sjálfum okkur að við verðum gömul og við viljum að foreldrar okkar sem eru búin að ná þessum frábæra árangri að komast inn í eldri þriðja æviskeiðið og svo sem betur fer, þá eru mjög margir sem komast þangað við þokkalega heilsu. Síðan náttúrulega hinir sem að þurfa á ofboðslega mikilli umönnun að halda, en það má ekki flokka þennan þetta þriðja æviskeið allt saman út frá sjúkdómakenningunni. Það verður líka að sinna fólki á jafningjagrundvelli sem ekki dauðvona eða ekki eins og Birgir búin að lýsa með sinn föður sem náttúrulega bara skelfileg lífsreynsla fyrir hvern og einn ég verð svo reið þegar ég horfi upp á eins og hjúkrunarheimilin á Íslandi sem eru byggð, arkitektúrin frábær, það eru fullbúin eldhús fyrir milljónir fyrir 10 vistmenn og svo framvegis og svo framvegis. Svo maturinn, hann sendur frá einhverju eldhúsi sem að frænka
forstjóra heilbrigðiskerfisins þarna rekur, þar sem að gamla fólkinu eru gefnar vilkosúpur og svo hangir fólk á hurðarhúnanum með niðurgang og það ekki hægt að sinna því af því að það enginn á vakt. Þú veist, þetta bara svo heimst að það eru svona hluti sem maður þarf að kíkja á. Ég meina, hvernig erum við að næra gamla fólkið okkar? Hvernig erum við að sinna félagslega hlutverkinu? Ekki bara því að sinna því sem sjúku fólki. Það það sem að mér finnst skipta rosalega miklu máli. Þetta félagslega hlutan og þá sko þetta stundum líka eldri kynslóðin að kenna að kannski ástandið eða samband eða tengsl erfitt kannski út af ýmsum orsökum og það getur stundum verið til trafala líka en ég get allavega sagt að ég hef mjög fína reynslu eftir að pabbi kom síðan endanum inn á hjúkrunarheimili að þá get ég raunverulega sagt að ef það eitthvað sem að virka að þá það hjúkrunarheimili sem hann á í dag. En mér langar svo að segja sko Maríanna, ég svo, þú veist, þú talar inn í hjarta mitt núna sko, af því að mér fannst þetta, ég svo innilega sammála þessu, það sem þú ert í raun að tala kynslóðablöndun, sem bara, þú veist, þetta bara eitt af mínum uppáhaldsorðum í bara þessum fræðum. Kynslóðablöndun sko vinn-vinn samband fyrir alla aðila. Og þetta eitthvað sem við þurfum einmitt að lyfta upp á hærra stalli og þegar þú ert einmitt að tala þessar aðstæður sem þú ert að lýsa í Portúgal, það minnir mig á sko rannsókn sem ég las einmitt þessa ættingjaðarstöð og hvort einmitt að sko það var annars vegar verið að bera saman viðhorf til ættingjaðarstöðar í Svíþjóð og hvort það hefði ekki verið bara Portúgal. Það var annarkvort Portúgal eða Spánn. Það sem einmitt, það var svo skýrt sko að í Svíþjóð þar vildi allir bara, já þau fara bara inn á stofnun. Og ekki það að stofnanirnar í Svíþjóð, þær eru sko 40 árum undan okkur hérna á Íslandi. Þú veist, þær eru til fyrirmyndar sko. Þær eru mjög flottar. En á meðan á, sko, þú veist, þarna í Portúgal og Spáni, þar voru allir að horfa til þess að þetta væri ættingjaðarstöð. Ættingjar myndi sjá. Og þú horfið síðan á, hvernig lítur fjölskyldan út í Svíþjóð? Þetta voru foreldrar með barn eða börn. Það var fjölskylda. En hins vegar í Portúgal, þar voru þetta með fleiri kynslóðir. Og það var að vísu samt alveg áhugavert líka að viðhorfið, því yngri sem þú varst þegar þú spurðir þetta, því sjálfsagðara fannst þér að þetta væri, já mamma sér síðan bara mömmu, á meðan að síðan ef að mamman var spurð þá var hún ekkert alveg að nenna því sko. Þannig að það vantar alveg líka svona balans þar líka á sko, því það voru með miklu frekar konur sem voru kannski orðnar ömmur sjálfar sem voru síðan að sjá aldraða foreldra sína. Og það var náttúrulega alveg líka svona eins og segja, þarna vantar þetta level eða þið vitið þetta jafnvægi. Þú veist, ég myndi vilja sjá Svíþjóð og Portúgal mætast. Að ég ofsalega hlynnti að þú veist, þegar við erum að sko horfa á ættingjaðarstöð, hún snúist gæðastundir, hún snúist væntuþykjuna, hún snúist fjölskyldukjarnan. Á sama tíma kynslóðablöndunin ofsalega. Ég veit hvað þetta var það sko, að því að pabbi var inn í þjónustíbúðum og það reyndar held ég að hafi verið gert tilraun með það en ég myndi vilja sjá það á víðari grunni þar sem að sko ungt fólk sem í námi, stúdentar, fá í raun og veru íbúðir inn í þjónustukjörnum hjá eldra fólki. Var hann í Norðurbrún? Já. Já, ok. Og svo sem sagt gerð krafa að þau vinni sér inn í raun og veru með því að vera í samvistum við eldra fólkið og það eru win-win fyrir alla og það sem ég myndi vilja bæta við í raun og veru væri að það væri rekin barnaheimili þarna líka vegna þess að eldra fólkið hefur raun og veru þörf fyrir að vera í kringum litla krakka líka, það getur verið win-win fyrir alla sko. Já, og það er alveg sko. Það hefur verið rannsakað líka börn, sko ung börn sem fá alast upp með það viti ömmu afa eða langafa og langafa. Þú veist, það er rosalega góð áhrif á þeirra þroska. Þú veist, það vinna allir. Mér samt alveg á sama tíma líka ofsalega mikilvægt að taka með því að ég nefnilega það er mikið samstarf frá mínu vinnustað við Norðurbrún, þannig að það getur mjög vel sko. Ég upplifði það eins og á sama tíma á húsi þar sem ég þau hafa svo lítinn áhuga á svona ungum börnum, en þau hafa í sver, þú veist, við erum að eiga í miklu betri samskipti við sko unglingaskólann í hverfinu. Þannig að þetta svona þarf líka alveg að, þú veist, mér finnst að fólki ég geta valið svolítið einmitt bara, ok, ef ég er að fara að flytja inn í þjónustíbúðir eða eitthvað svoleiðis, þú veist, það sé svolítið kannski þemu, þið viti, en alltaf kynslóðablönd, alltaf, allstaðar. Og þetta er líka bara eins og þetta, við hugsa til þess að sko þegar að samtök aldrara og félag eldri borgara er að byggja íbúðir, að svo kemur eitthvað upp, þú veist, að húsfélagi byggist á þeim íbúðum sem eru þar
og hafa ekki alltaf burðina til þess að í rauninni sinna allir sem þarf að sinna. Það í rauninni mikið æskilegra að efla heimaþjónustu og heimahjúkrun alveg verulega og eins og sko Jakobína var að tala áðan, þetta ódýrara, það alveg bara búið að sína það ódýrara. Og svo einmannaleikin minni. Svo verður einmannaleikin minni. Og einmannaleikin minni. Já. Og bara, þú veist, þetta bara... Eitt varandi sko heimahjúkruna sem ég ætla að stinga að vegna þess að það eitthvað sem böggaði mig alveg svakalega. Þegar pabbi fór fyrst inn inn á Norðurbrún og var þar með þurft að nýta sér heimahjúkrun. Eins góð eins og hún getur verið að þá eru mistökin þar að þar líka vaktaskipti og heimahjúkrun getur ekki komið alla daga og það þýðir að það eru kannski 4 hjúkrunarkonur sem að koma yfir vikuna eða 3 og þær vita ekki af hvað var að gera daginn á undan. Ef ég ekki á staðnum til þess að upplýsa og fylgjast með að þá sjá þær kannski ekki trend að annarkvort að lyfið hafi breyst eða einhverjir jöfnur hafi breyst eða efnaskipti eða whatever skiljiði. Þannig að sko, og pappa raunverulega rakaði í þjónustu heimahjúkrunar á þess að þær gætu nokkuð tímann gert eitthvað við því og það það sem að mér fannst vera að þar og vil stinga að ef að svona þjónustuheimili eins og þarna þessi í Norðurbrún þá veit ég til þess að það eru 3 heimili á mjög litlu svæði. Ég myndi vilja að það væri 1 læknir og kannski 1 til 2 hjúkrunarkonur væri fastri stöðu, gætu haldið utan allar lyfjagjafir og heilsufars eftirlit með öllu fólkinu þarna og af því að það yfirleitt ekkert allir veikir skilur í þjónustuíbúðum þá það kannski bara lítil prósenta af hverjum hópi á í hverju húsi. Þannig að þetta raunverulega lítill hópur og 1 læknir og hjúkrunarkona gætu raunverulega fylgt því mjög vel eftir og búið til miklu betra ferli og continuitet varðandi sko eftirfylgni. Og ég veit til þess að sko pabbi 2 búinn að lenda inn á spítala í mjög dýrum meðferðum bara vegna þess að það hefði verið hægt að koma í veg fyrir það með betri eftirfylgni. Ég alveg hjartanlega sammála og þetta hægt að gera mikið betur. Og málið það ef að það í alvörni bara tekin ákvörðun það að setja fjármagn frekar í þetta heldur en að því eins og Jakobína benti og þetta alveg rétt, þetta 1 milljón á mánuði sem það kostar að hafa manneskjuna hjúkrunarheimili. Það hægt að gera ansi margt fyrir þann pening heima sem í fyrsta lagi meiri mannúð í því að fólk fá að búa heima hjá sér eins lengi og það vill. Og heima hjá sér getur verið leiguíbúð í þjónustíbúðum eins og á Norðurbrún og Dalbyrðinu og fleiri stöðum. Þannig að það hægt að gera þetta svo miklu betur ef við hættum alltaf að horfa líka til þess að nei, það kannski bara best að byggja fleiri hjúkrunarheimili. Við þurfum ekki í alvörunni miklu fleiri hjúkrunarheimili. Við þurfum að hafa hjúkrunarheimili. Það reyndar sko, ég alveg til í að sko mæla með hjúkrunarheimilis reynslunni sem að pabbi búinn að fá og ég sé alveg þörfin á því að það þurfa að fjölga því. En ég myndi líka segja að bara með því að bæta þjónustuíbúða konseptið að þá getum við minnkað pressuna á þá sem að þurfa að fara inn á hjúkrunarheimili og þá gætum við raunverulega sko komið í veg fyrir alveg rosalega mikinn kostnað inn í heilbrigðiskerfinu bara með því að sinna einstaklingum fyrr bæði með félagslegri og sálfræðilegri aðstöð en líka varðandi bara svona þú veist eins og að passa upp á lyfjagjafir og annað sem að geta raunverulega orðið orsök að einhverju stærra meira sko. Má ég aðeins velta einu upp sem að einhver leyti verið að tala hér svona kostina við þorpið og nærsamfélagið og fjölskylduna sem að okkur nauðsynlegt og svo við hins vegar með kosti svona stærra samfélagsins sem að heldur utan réttindi einstaklingsins og eitthvað fleira og kannski bara vandi í nútímanum að taka að ná saman sko, kostum þorpsins og borgarinnar en ekki sitja uppi með ákveðat gallana að vera með kuldan úr borginni og kannski þrengslin og afskiptaseminni í þorpinu af hvernig við hefum líf okkar og öðru slíku. Þetta bara vandamál okkar tíma. En þegar þeir eru að tala þetta og þeir eru að tala aðstandenda umönnun, ættingja umönnun og öðru slíku. Þá ég að velta fyrir mér hversu sýnilegt þetta. Við erum að leika okkur hér að byrja að tala þetta hérna við rauðaborðið og eflaust tala þetta hér og þar en ég kveikjan að þessu var það að mér fannst þetta ekki vera mjög áberandi í umræðinni og kannski þeir sem eru að taka afstöðu uppbyggingu kerfisins að þau kannski horfa ekki til þess og jafnvel þetta mann í hug hvort að þau lítur svo á að þau kannski megi það ekki vegna þess að þetta eitthvað svona óformlegur hlutur sem í samfélaginu á meðan að þau eru að reyna að byggja upp umönnunarkerfi
fyrir aldraða í hjúkrunarheimilum og ýmis svona þjónustu og ef að þau fara að gera ráð fyrir því að ættingjarnir sjá einhverja tiltekna hluta þá hafa þau kannski ekki svona skýra rétt á því. Þannig að ég að velta kannski fyrir mér ætti kannski þið og fólki í ykkar stöðu að einfallega bara að búa til rödd sem að væri rödd ættingja sem að sinna foreldrum sínum sem að gæti sagt okkur langar til þess að sjá þessa hluti og svona, en við getum ekki séð þessa hluti og ef að þið kemur aðeins með á móti að þá myndi okkar vinna nýtast betur eða, nú ekkert að segja að það myndi leysa þetta í sjálfum þess að ég bara velta því upp að því að við erum að tala um að byggja upp samfélag, hvort að þessi rödd þurfi ekki bara að vera skýrari í umræðinni til þess að þetta ganga út frá henni, þannig að það sé ekki svona tepruskapur í kringu það, kannski eru við öll með samviskupið að við gerum ekki nóg og eigum erfitt með að tala um þetta, en hinum við getur líka verið fólk sem er að skipuleggja upp svona besta fyrirkomulag og umsjón aldraða sem að telja sig ekki hafa rétt á að gera ráð fyrir að við sinnum okkar. Þetta þessu fram. Ég alveg sammála, ég held að vandamáli það að allavega í mínu tilviki að þegar maður í miðjum storminum að þá maður bara í miðjum storminum og hefur ekki orku fyrir meira og svo loksins þegar maður upplifir það eins og ég að upplifa núna, pabbi komst inn á hjúkrunarheimili bara rétt fyrir COVID og þá allt í einu uppgötvum maður hvað það að upplifa það að geta slakað á vegna þess að hann raunverulega að fá alla þá þjónustu og honum fer fram, fekk meira þess að hann fyrsti einstaklingur sem kemur inn á hjúkrunarheimili og læknirinn þurfti að fara inn í ferli með að gefa honum bílpróf upp á nýtt. Þannig að hann þurfti að fara í próf aftur og svoleiðis og læknirinn hafði aldrei lent í því að sjúklingi að honum batnaði eftir að hann kæmi inn að því að hann fekk raunverulega réttu þjónustuna. Og geðveikt, það dásalegt. Já, það alveg frábært hann líka fyrsti nýrnaþeginn sem að fer til Bandaríkjanna í vökvaskiljum. Það hefur aldrei gerst áður en það var til dæmis eitt af því sem hafði aldrei verið gert áður, þú varst að vera í blóðskiljun til þess að fara út til Bandaríkjanna í einhverjar ferðir en við fundum bara raunur aðilann sem að sáum að skaffa vökvann, fundum sjúkrahús þar sem að bróðir minn býr og hann fékk alla þjónustu þar og það sem fyndna var að það var raunur ódýrara fyrir kerfið að borga fyrir þjónustuna hans þar á meðan pabbi var úti í mánuð eða 2 heldur en að vera heima á Íslandi og hann fekk rosalega fína þjónustu og þá fengum við líka samanburð á hvernig var haldið á með nýrnamálinu og annað en það akkurat þetta með að þú veist þegar maður í storminum að þá maður kannski ekki að hugsa það en svo þegar að manni getur slakað á og þá kannski nýtur maður þess betur og fara að njóta ættingjans meira á þeim forsendum sem að meðal annars Hólmfríður var að tala en ég alveg definitely á því að það þarf að láta aðra vita að því vegna þess að þeir sem hafa ekki upplifað þetta, þeir vita ekki að staðan þessi að ég vil meina að hún sé bara það slæm sem hún í dag því miður. Það bara of mikið og ég get alveg talið upp endalaust atriðin sem að þyrfti að bæta og breyta. Mér langar að fá að taka undir þetta. Það dálítið ætlast til að ættingjar séu til staðar en það í sjálfu sér talað svona opinberlega eins og kerfið sé svo gott og það sjáu svo vel allt og allt. Það alveg sama hvort á við sjúkrahús eða hjúkrunarheimili. Það alltaf reikna með að ættingarnir komi inn og aðstoði og hjálpi vegna þess að það svo undirmannað á þessum stöðum. Ég var svolítið leiðinlega áðan að því að mér gremst hvernig hugsað aldraða svona í heildina. Mér gremst að þjóðfélagið skuli ekki búa betur að fólkinu sem bjó allt Ísland undir það sem við tókum svo við og erum að rústa. Við skulum aðeins víkja að lausnum. Ég svolítið sammála Maríönnu, við þurfum að viðhorfið þarf að vera svona svolítið eins og hún lýsir því, ég ætla ekki að fara djúpt út í það, ég á bara mjög sammála því viðhorfið sem hún lýsir og mér finnst það þörf á umræðu ekki endilega stjórnmálamenninni sjálfir heldur fólkið sem kemur við sögu og það þarf að búa til ramma og finna lausnir til dæmis umboðsmaður sjúklinga eða þessa hóps ekki þetta ekki allt svona sjúklingar, þetta eru aldraðir og sumir þurfa að vera á hjúkrunarheimilum. Það mjög margt fólk, til dæmis hér fyrir norðan, það kemst ekkert inn á hjúkrunarheimili hér fyrir það eru bara mjög illa farið og kann lítið að njóta. Af því það þörf fyrir svo miklu þjónustu. Svo þurfum við að
koma á svona blönduðum íbúðakjörnum. Ég hef alveg trölla trú af því. Og það má vel hafa þá svolítið að misjöfnum, þetta ekki allir vera eins, aðeins að hafa þá breytilega og það er vinn fyrir alla, bara frá 0 til 100 ára og við þurfum aðeins svona að, já við þurfum að fría sko stjórnmálin frá umræðinni þangað til þeir sem eru þáttakendir í þessari stöðu eru komnir að niðurstöðu og þá þarf að samþykkja ramman. Sko, það sem að þú ert eiginlega að reyna að tala sko, að þurfi sem sagt, umboðsmaður aldraðra. Þess að það að vera orðin sko, eldri borgari, það getur verið 40 ára lífsbann og það er náttúrulega alls ekki þannig að allir það séu með sjúklingar eða veikir eða þannig. Ég veit að það liggur fyrir hvort það sé þingsályktana tillaga eða hvað frá flokki fólksins að það sé stofnað með þetta embætti umboðsmaður aldraðra. Þannig að það er bara, ég sit í öldungaráði Reykjavíkurborgar og við fengum með þetta sko inn á borð hjá okkur áttum að gefa umsögn þetta sko. Og þetta er einmitt, ég fagnaði því alveg einlegt sko, þetta er akkurat eitthvað svona sem þarf. En svo líka varðandi sko sjúklinga að sko það sem vantar í raun og veru miðlæga skráningu, þannig að sko allar upplýsingar varðandi einstakling að þær raunverulega færist yfir milli mismunandi sérfræðinga því að sko stundum snýr þetta sko þú veist löppunum eða er þetta nýrun eða er þetta hausinn eða hvað það er og í öllum tilvikum erum að ræða einhvers konar lyfjagjafir. Ég veit að það er sko miðlægur sko lyfjagrunnur en það segir ekki alltaf alla söguna og stundum er fyrri sjúkrasaga með til þess að sko útskýra og því miður að þá eru heilbrigðisstarfsmenn þeir eru að vinna með held ég 4-5 kerfi og það er ekkert alltaf flytjast þar á milli og það er ekki eins og það poppi upp fyrir framan sko viðkomandi heilbrigðisstarfsmann og svo er það líka hitt eins og til dæmis í tilfelli með pappa þegar að annars vegar í upphafi þegar við byrjum að fá hann sem sagt inn í röð varandi að komast inn í Norðurbrún það var ferlið sem að þurfti raunverulega maður þurfti að sigla í gegnum ýmisleg atriði þar og maður læriði það fljótt að maður þurfti eiginlega að búa til svolítið dramatískari sögu út úr dæminu til þess að eiga meiri líkur á að komast inn og svo líka það þegar maður kom inn að þá þurfti maður átt að sjá því hvað raunverulega var í boði og hvað ekki og ef það var ekki hvernig ég þurfti þá að raunverulega að figura út hvort að ég þurfti að gera eitthvað eða hvort að ég gat pressað á að fá eitthvað annað í gegn. Það er fullt af svona tæknilegum atriðum, kerfislegum þáttum, þar sem að umboðsmaður sjúklingsins vil ég meina, það er kannski rangt orð, en einstaklingsins, það sem er sko, það sem að maður getur fengið annars vegar tæknilegar upplýsingar, lagalegar upplýsingar, kerfislegar upplýsingar og líka í tengslu við eins og þegar að koma að því að meta pappa inn á hjúkrunarheimili á endanum, að það var alls konar þar. Þar í raun og veru sko upplifi ég að það skipti máli hver er sko gatekeeperinn og hversu viðkomandi gatekeeper er sko færum að geta hjálpa til og svo framvegis og mér finnst það að vera svolítið slæmt ef við þurfum svolítið að í raun og veru að treysta á það að viðkomandi einstaklingar sem að hafi mikilvægum hlutverkum að gegna að álagið sé basically svolítið á bara þeim og það þurfa alltaf að vera eitthvað svona einhver póker í gangi í staðan fyrir að þetta sé bara nokkuð gegnsætt skýrt ferli þar sem að menn eru raunverulega að sko koma í veg fyrir kostnaðaraukningu og koma í veg fyrir slys. Þú varst eiginlega með orðið á það, sko, kerfin þurfa að tala saman, öll kerfin. Já. Það er eiginlega það sem er alveg grundvallaratriði. Og ég spyr á þig, Maríanna, því að þú talaðir svona menningarmun og ég meina, hvernig komustu þangað? Hvernig getum við byggt upp betra samfélag og betri menningu og betri kultúr? Er það með því að tala saman eða er það með því að hópurinn sem að verður fyrir óréttlætinu gerir kröfur eða hvernig getum við endurbyggt samfélagið okkar ef það var eitthvað gott eða byggt það upp betra og þannig að það sé eðlilegri hlutur að vera aldraður og þurfa á hjálp að halda að mann sé ekki ítt svona frá vegna þess að það er raunverulega samfélag sem við erum augun á sé bara fyrir þá sem eru fullfrískir og iðnir inn í einhverjum hamstursjólum vinnumarkaðarins en leið og ert ekki þar þá ertu bara ítt til síðan. Ef við að tala saman, ef við að gera kröfur, ef við að skipuleggja okkur, komdu með lausnina.
Sko ég náttúrulega hef enga sérstakar lausn þannig, aðra heldur en það sem þú talar að við þurfum að tala saman og við þurfum að viðurkenna að það séu aðra lausnir heldur en bara það að vera einhverjar undirlægjur markaðssamfélagsins vegna þess að ég held að kannski, ég var að hlusta á Hrafn Jökulsson í morgun þar sem hann sagði að hann hefði hoppað á ánægju yfir því að það var allt í einu komið þetta, þessi heimsfaraldur og ég get eiginlega tekið undir með honum, ekki vegna þess að mér finnst heimsfaraldurinn neitt skemmtilegur, heldur vegna þess að hann kannski setur lífið í svolítið annað samhengi fyrir mjög marga sem að hafa bara einblínt á þetta samfélag sem búið að þvinga yfir okkur undanfarna áratugi vegna þess að svona var þetta ekki. En ég man eftir því Gunnar Smári að þú talaðir einmitt það á Facebook að þú hefur ekki haft neitt svona ónæs manual þegar þú varst faðir og það höfðum við heldur ekki en unga fólkið okkar í dag það stendur sig kannski miklu betur í foreldrahlutverkinu heldur en við höfum kannski gert vegna þess að það verður aðgang að annarri hugmyndafræði það allt í einu farið að viðurkenna það að það þurfa að sinna því að vera foreldra meiri alvöru heldur en við bara áttum krakkana og við gerðum okkar besta og allt það en við vorum ekki svona systematísk í því að vera perfekt foreldri. Ég ekki að segja að allir að vera perfekt börn eldri foreldra sinna en það allt í lagi að við förum að skoða leiðirna til þess að vera betri í því hlutverki og að því að mér finnst þú að margir sko bara segja ok, nú ég orðin þetta gömul eða gamall og krakkarnir eru fluttir að heiman og þú veist, það fínt að fá einhver barnabörn að því ég get leikið mér aðeins að þeim en svo ætla ég bara að fara og hjóla á fjallahjólinu mínu eða safna mig fyrir fleiri snjósleðum í bílskúrin sem hvort yfirfullur alls konar drasli og svo framvegis og ég held að grundvallaratriði sé að við horfum á annars konar samfélag og annars konar hlutverk sem að við höfum öll sem manneskjur. Þetta ekki svo langt í burtu frá okkur. Við höfum búið saman sem stórfjölskyldan. Þetta henda fólki í sitthvort hólfið nýtilkomið. Þetta bara eitthvað sem við bjuggum til að því að markaðurinn ákvað það að við þurftum öll að eiga svo ofboðslega stór hús eða rosa marga bíla eða alls konar. Ég meina ef við horfum út fyrir landsteinan eða út fyrir þennan hluta heim sem við búum í sem náttúrulega bara fyrst og fremst mengaður af markaðs lögmálinu og horfum í aðrar áttir að þá þetta ekki alveg svona slæmt ennþá að því að það ekki búið að menga það. Já, það eru löndin fátækari en ég hef verið í Tansaníu til dæmis og þar býr fólk líka svona saman margar kynslóðir og ég spurði pappana því hvernig getið þið verið svona glöð þið eigið ekkert svo mikið og þá sagði við mig, veistu það við eigum allt það eina sem að skipta máli sem maður á og getur gefið, það tími og ég held að sko við þurfum svolítið að taka okkur saman öll saman á hvað aldrei við erum og viðurkenna það að einu konstantin sem við höfum, það tími og tíminn jafnmikils virði hjá hverjum og einum einstaklingi. Það alveg sama hvort hann barn eða gamalmenni eða hvar hann stendur í einhverjum ímynduðum þjóðfélagsstiga. Ég náttúrulega sko verða að viðurkenna það, mér finnst umræðan margt bara út úr kúa því að mér finnst að allir eiga að vera á sömu launum, engin tími einskis meira virði heldur en einhvers annars og við getum farið út í alls konar pólitískar umræður í sambandi við jafnréttismál og jafnræðismál en fyrst og fremst þetta spurningin það að horfa á það hvernig erum við að nota tímann okkar? Erum við að nota tímann okkar sem manneskjur með fólkin okkar og þeim sem við viljum vera með og hugsa eða erum við að eyða tímanum okkar bara í það
vinna fyrir nýjum snjóslega, skilur. Kannski snýst þetta líka svolítið að horfa á þetta út frá sko auðlindasjónarmiðinu, að það raunverulega auðlind í eldra fólkinu. Pabbi þurfti að bíða 3 ár eftir að komast í sko hnjáaðgerð. Hann hefði getað verið mjög virkur og ef hann hefði ekki þurft að bíða 3 ára þá hefði hann kannski ekki þurft að fara í mjaðmaaðgerð sem að kom seinna. Og þannig kolli, sko, ef við lítum á einstaklingana sem auðlind, að þá hægt að nýta auðlindina með ýmsum hætti. Einn parturinn af auðlindinni samveran og að ég fengi að kynnast pappa betur og óbúslega þakklátur fyrir það vegna okkar mörgum stundar saman að því ég þurfti að sinna honum, skilurðu. En það líka auðlind í því til dæmis að pappi sé í standi til þess að kynnast börnunum mínum og geta flutt þekkinguna yfir frá gamla tímanum, sagt hvernig Ísland var í gamla dag og annað skilið. Og ef við horfum á þetta út frá auðlindasjónarmiðinu að það alveg hægt að finna út rök fyrir því af hverju við ættum að vinna meiri því að halda þessu fólki virku. Líka bara vegna þess að til dæmis eins og kom fram hjá henni Rannveigu áðan að þegar við þurfum að sinna skiluru foreldrum okkar þá erum við ekki að vinna okkur inn launa með það. Nei, en sko það náttúrulega, það þar sem að hnífurinn stendur í kúnni að við erum alltaf að meta fólk til einhverja peninga sem að náttúrulega vitlausasta vitlausasti fólki. Það munur að tala auðlindir og peninga sko. Það skipta máli. Það auðlind getur verið mjög gott efni en ekki endilega að tala peningana per se sko. Mannauð. Já, en sko mér finnst bara fyrst og fremst getum við tekið valið það hvort að við viljum vera manneskjur eða hvort að við viljum vera vélmenni fyrir eitthvað annað. Og mér finnst þetta voða mikið snúast það, að því að þar valið, ég meina ég get alveg valið það að vera einhvers staðar annars staðar heldur en í Portúgal með mömmu minni, en mér finnst það bara skipta rosalega miklu máli að því að ég hef möguleika á því og við getum búið saman og henni líður vel og mér líður vel og hundinu mínu sem sko komin yfir nýrætt í mannárum, hún líður líka rosalega vel, sjáðu að þetta spurningin það að taka afstöðu með sjálfum sér og með manneskjunni sem að manni þykir vænt hvort sem það barni manns eða foreldri manns eða systkini manns eða hvað annað, en ekki taka alltaf afstöðu með einhverju markaðslögmáli og þetta ekki spurningin það hvort að fólk eru auðlindir eða hvort að heilbrigðiskerfi kostar eða hvaða gæðastæli það Þetta fyrst og fremst spurningin það að við gerum okkar besta sem manneskjur fyrir hvort annan, en ekki eitthvað annað. Það aðeins að fá að ljúka þessu í háinni í Jakobínu, því að langt sem hún komist að og mér dettur ég að spyrja því að þú ert svona að vinna í þessu og að sumarleyti gæti maður fundið svona samljóm í ykkar sögum svona hvað væri og hvað væri erfitt og kannski líka í því hvert við þyrftum að stefna og svona. Þannig mér langar að spyrja þig, hefur svona tilfinningu fyrir því að við séum á svona góðum stað til að geta breytt einhverju? Erum við í einhverjum svona tímamótum? Gæti maður fylgst von það að kannski þessi mál væru í betri farvegi næstu 15-20 árin heldur en voru síðustu 15-20? Ég held að það þurfa að tala miklu meira þetta og það náttúrulega sko af því að það að koma svo stórir árgangar inn í þennan hóp að þá verður alltaf fleiri og fleiri í samfélaginu sem verða meðvitaðir þetta en fólk að læra þetta af biturri reynslu og margir verða býsna þreyttir en svo inn á milli fólk sem bara tekur þessu eins og Marían að lýsa og Birgir bara vilja bara sinna foreldrum sínum eða ættingjum en það í rauninni alltaf þetta, fólk að læra þetta by the hard way, sem að sletti nú ensku. Og við verðum líka, Jakobína, við verðum líka að taka ákvörðun sem samfélag, það ekki nóg að hvert okkar taki bara ákvörðun sem einstaklingar, þótt að við losnum, þú veist, það náttúrulega kannski mikilvægast ákvörðun, en við erum líka saman í því að byggja upp samfélagið sem að einstaklingarnir lifa innan. Já, ég alveg saman á því, sko, en ég verð mjög hugsið því að hlusta á Maríönu því ég í rauninni grundvallaratriðum sammála því sem þú ert að segja. En hraðin í okkar samfélagi svo mikill og við erum einhvern veginn búin að koma þessu þannig fyrir að sko, það byggt húsnæði fyrir eldri borgar þar sem að megi ekki vera börn.
sem eitt af því sem ég hef aldrei getað skilið og tala nú að setja dýr inn í fjöleignarhús, það bara alveg hræðilegt, sko. Þannig að það er á svo mörgu vígstöðum sem við þurfum að læra. Þannig ég veit ekki hvort ég á að segja ég sé neitt sérstaklega bjartsýn. Ég vona að við náum skrefinu lengra á, en við þurfum að tala þetta. Það breytist ekkert ef við tölum þetta. Já, það er kannski kjarnum á sig, sko. Já, við skulum halda því áfram hérna við Rauðaborðið. Ég skal reyna að halda umræðinu hérna áfram. Við skulum bara kalla þetta foreldrafélagið sem hittist hérna reglulega og ræðir þessi mál. Bara svona, þú veist, mér langar eiginlega bara að benda fólki á sem að hefur svona, þú veist, ef þetta er svolítið áhugin ykkar að ef þið hafi ekki rekist á hana bókina eftir hana Sigrúnu Höll hjúkrunarfræðing sem heitir Ný menning í öldrunarþjónustu. Já, þú væntanlega kannast við hana. Þetta er einmitt bara, við þurfum viðhorfsbreytingu og þetta er, þú veist, það mun alveg taka tíma, þannig að en ég held að allir hér hefði gott að einmitt að kíkja í þá bók sem ekki hafa þú gert það. Jú, við þurfum tíma, þetta mun taka tíma, það er bara þannig. Mér langar að þakka þér fyrir Gunnar Smári að vekja máls á þessu, þetta er mjög þarft umræðefni. Við skulum hittast hérna aftur við Rauðaborðið og ræða saman, þið eða kannski fyrir fleiri. Það er nefnilega kostulegt að það er hægt að nippa í 5 manns og svo sest fólk niður og byrjar að tala og það ís upp af reynslu sinni og visku og sín og allt í einu þegar við erum búin að, eða ekki meira en þetta, klukkutími að hlusta á þetta, þá erum við svona nær einhverju, við erum svona næstu því sjáum það fyrir okkur hvert verkefnið er. Ég þakka ykkur kærlega fyrir að koma hingað og gera einmitt þetta, að ausa af reynslu ykkar og visku. Maríanna Friðjónsdóttir, Hólmfríður Sólveig Haraldsdóttir, Birgir Grímsson, Rannveig Erdudóttir og Jakobína Edda Sigurðardóttir og hlustendum þakka ég fyrir að staldra hérna við og ljá okkur eyra og þakka fyrir í kvöld. Takk. Fyrir.